Jæja Magnús, 2-1 sigur á Eimskisvellinum í dag. Hver svona þín fyrstu viðbrögðaleik? Það bara ákveðin léttir því að frammistaðan í síðasta leik var mjög góð, eins og voru reyndir, og frammistaðan í þessu leik var fín og við sköpum okkur hellinga færum og þegar þeir komast yfir í sinni fyrstu alvöru sókn í síðara hálfleik þá beið ég rauninni bara eftir Öddi Blöð myndi koma fram og segja að taka 9 þáttur á tekin því að yfirbúin voru ótrúleitt, við vorum búin að þeir sem skoti stöng og slá og þeir voru alltaf búin að fara í miðju í síðara hálfleik og þessu skoraði á fyrstu sókninni og þá einmitt held ég bara eitthvað að þetta væri eitthvað grín sko. En mínir menn þeir halda alltaf áfram og það eitthvað sem enginn lið okkar, það er góð liðsheild og við höldum alltaf áfram og þannig að maður var ekkert alltaf stressaður. Ég vissi alveg að við myndum koma tilbaka og að minnsta kosti jafna sem við gerðum og hérna var gríðilega sætt að skora í lokin. Eins og þú segir stýri leiknum frá fyrstu mínútu, svo eins og segir þeir skora, komast yfir, en þú lítur ánægður með karakterinn í liðinu að gefast ekki upp og koma tilbaka og klára leikinn. Já, eins og ég segi, það er gríðilega karakter í þessu liði og við höldum alltaf áfram, við höfum alltaf gert og hérna ég vissi að strákarnir myndi gera það í þessum leik eins og alltaf og hérna þannig ég haf alltaf trú á þessu, strákarnir haf alltaf trú á þessu og það skýraði sér í lokin og það er gríðilega sætt að sjá þetta sigurmark því að strákarnir verðskuldu það og rúmlega það. Hvernig horfir framhaldið í deildinni við þér? Eru kannski komnir frá pakkanum núna, getið andað eins léttar, hvernig horfir framhaldið við þér? Já, bara við finnum alltaf ekki til að vinna og það er bara annar leikur á sunnudaginn á móti Víkingi Ólafsvík og hérna það er bara leikur sem við verðum að vinna líka. Það er ekkert þetta, við getum fagnað þessi í kvöld en svo bara byrja undirbúningur fyrir Víkingi Ólafsvík og við ætlum að halda áfram. Við erum með kveikihættir og okkur þyrstir í meira. Viljum vinna fleiri leiki og það er engin spurning og gaman að sjá þetta í dag að hérna innkoma Elfars Inga var mjög öflug, skoraði og lagði upp mark og hérna var gaman að sjá hann búinn að vera í erfiðum meiðslum í marga mánuði og gaman að sjá hann koma svona sterkan inn og hann á reisi þátt í þessum sigri í dag og virkilega verið gett hjá honum. Hvernig var að vera á hliðarlínunni í þessu roki og rigningu hérna á Eimskisvellinum? Hafði veðrið eitthvað áhrif á þetta kvöld? Ég spilaði í verra veðri tvisvar, ekki þrisvar í sumar þannig að ég var nú lítið þessum á þessu veðri. Það var hérna ekkert að ég spila fótbolta í kvöld. Ég skiljanlega hafði frestað í Grindavík og Keflavík fyrr í dag þar sem veðrið var verra og hérna í logninu í Laugardalnum, það er bara flott. Þetta er skjólsöldasvæðið í höfuðbúksvæðinu og bara frábært að spila hérna á flottu velli. Það er að spyrja að lokum út í Andra, hver er staðan á honum? Hvað er langt í hann mæta á völlin? Hann fekk hérna heilastinga móti Þór í síðustu viku þannig að hérna, hann er bara að hvíla núna og fylgja lög og reglum í því þannig að við sjáum til, það er næsta leik og svo sjáum við til með þannig.